Góðan og blessaðan daginn og verið velkomin í Dramakasti. Í dag mjög skemmtilegt topic, við erum mjög spenntar að ræða þetta. Við erum sem sagt að fara að tala Að 2016 sé the new 2026. öfugt. Við ætlum að ræða það að 2026 sé the new 2016. Það náttúrulega svona, þú veist, árið frekar nýbyrjað, alltaf komin febrúar en, þú veist, Já, árið nýbyrjað já. og já, við erum bara búin að sjá út allt fólk tala einmitt 2026 is the new 2016 og 2016 var náttúrulega mjög iconic ár. Ekkert smá. Þannig við ætlum að fara svolítið út í það, en áður en við gerum það, ætlum við að taka nýjan lið, The Drama of the Week. Eitthvað svona skemmtilegt sem gerist í vikunni. Já, bara eitthvað svona Ja. sem að gerðist sem var eitthvað öðruvísi. Sem var eitthvað dramatíst. Já, sem var eitthvað dramatíst og slóðu til læri. Já, eitthvað drama queen. Hvað gerist við þig? Þetta rauninni, þessi vika ekki búin að vera eitthvað svakra dramatísk, hún er búin að vera svo svolítið basic eiginlega. En ég sko bara áðan var að, ég sem þetta að flytja og ég var að ná í eitthvað peysu úr geymslunni, þú veist, allt draslið mitt er bara í geymslunni minni, bara út allt svolítið og bara frá því ég pakkaði þegar ég bjóði í London, það er bara ennþá búið að vera marga mánuði og ég var að taka peysuna eitthvað úr einhverjum kassa og þess að búin að gleyma að ég var sem sagt að nota þessa peysu til að pakka inn brothættum hlutum. Já. Þú veist, allir brothættu hlutum mínu, skálaðu mínu og hérna glösin og allt eru í peysum og kápum og eitthvað. Þannig ég bara svona tek peysuna og rífa hana svona og þannig að fyrir skálum bara út alla geymslu og beint á svona steipugólf og bara glerbrot út allt og þetta var Italskál sem þú gafst mér. I'm so sad, ég flutti hana allar, hún er búin að flytja frá Íslandi til London og svo aftur til Íslands og svo er hún brotin. Þannig að þetta var my dramatic start of the day. Skála with a history, sko. Já. Það nú er hún brotin að því að þú braust hana. Já, það ég bara algjör klífi. En þetta var líka bara, þetta var snemma í morgun og ég var bara, I'm not ready for this. Þú veist, ég fyrir að sópa upp glerbrot. Sópaðir upp? Já, væntanlega. Hvað er þetta ég fyrir að skilja út glerbrot bara út um alla geymslu? Nei, þú veist, já, þetta var ekki skemmtilegt. Nei, það er ekki næs. Það er svolítið dramatísk byrjun á deginum, myndi ég segja. Já, svolítið. Ég myndi segja það. En hjá þér, er eitthvað dramatískt búið að gerast í þessar viku hjá þér? Já, það er svona eitt atvik sem að var bara svolítið dramatískt og vandræðilegt. Ok. Eða sko ég var bara, mér fannst þetta svo vandræðilegt og ég var svo dramatísk eftir að því mér fannst þetta svo vandræðilegt. Ok, hvað með það? Að ég var sem sagt að fara í Hagkaup fyrir fjölskylduvin af því að hann átti afmæli, stór afmæli og við vorum eitthvað útrúlega mikið að drífa okkur af einhverjum ástæðum. Þannig að ég hleyp inn í Hagkaup, næ í blóm og súkkulaði og ég sko, ég hleyp og ég strunsa. Næ í blóm og súkkulaði og hleyp að kassanum og það er bara ógeðslega löng röð og ég fæ sérst að þau sjá bara hvað ég er að drífa mig ógeðslega mikið, ógeðslega vandræðilegt. Þannig að ég fæ að fara fram yfir alla. Allir voru bara, heyrðu, þú veist, fara bara hingað því þau sáu ég var bara með blóm og súkkulaði. Já, ok. Nice, fattu þetta? Já, mjög fallið þetta. Þannig að ég bara í einhverjum bræðingi lyfti sig yfir borðið. Ok. Og starfsmaðurinn er bara eitthvað, fyrir mig. Bara takk hella fyrir. Og ég bara, oh my god, nei, það er svo vandræðilegt. Og ég bara, nei, ég er að kaupa þetta. Þannig, Af hverju myndi hann halda að þú er að gefa sér þetta? og bara geðveikt ástsjúk kona. Geðið rómantísk, bara hlaupandi gegnum Hagkaup að gefa fólki súkkulaði og blóm. Og hann var svo innilegur, bara takk hella fyrir. Krúttir. Já, og hann var svo bara eitthvað, já,
Sko, ég hefði örugglega ángríns bara að gefa honum þetta, mér hefði finnst þetta svo vandræðilegt. Og konan fyrir aftan, hún var bara eitthvað í hláturskasti og ég var að reyna að fara ekki í hláturskast að þetta var svo asnalegt. Oh my god. Þannig ég borga fyrir þetta og fyrir til bíl og er bara eitthvað að gunna bara, þú trúir ekki hverju ég var að lenda í. Oh my god. Æ. Þetta var mjög, ég var svo dramatísk, mér fannst þetta svo vandræðilegt og þetta hafði alveg bara áhrif á mig út daginn. Að því að bara, mér langar smá að fara tilbaka og bara gefa hann blóm og súkulega. Já, en er líka bara svona moment að setja svo mikið í manni, sko. Já. Því alltaf það er svo mörg svona moment sem ég bara svona af og til fæ bara flashback. Þessi mörg á síðan allt í henni fæ bara svona, ó nei, og þess fæ bara svona kjánhóll sjálf á mig. Já. Þú veist, það er bara hann, sko. Þetta minn honda mig, Oh my bara God, nei. næsta ári allavega. Þetta er svo En fyndið. bara, þú veist, gleðilegt ára og allt það. Æ, það er ángriðs bara átt að gefa honum þetta. Já, En ég ætla að gera. það var svo glaður. En maður lærir maður lifir. Já. En við erum síðan með Fave of the Week. Vilt þú byrja? Já, ég segja það fyrst hvað mitt fave. Segð mér Ég er fyrst. með mjög mikið obsession Ok, núna þessa dagana ok. sem að er Stranger Things. Oh my god, það er bara. Og ég er mjög, þú veist, ég er mjög late to the game, ég veit Já. það. Já. Fynda sér náttúrulega var að koma út svona freka nýla og ég hef alltaf verið bara, nei, þetta er ekki fyrir mig, þetta er ekki fyrir mig og bróður minn elskar þetta, hann hefur Já. alltaf horft á þetta bara frá því þetta kom út fyrsta serja og hann hefur alltaf verið bara, þetta er svo góð, þetta er eitthvað, ég bara, nei, eitthvað, nenni ekki. Og síðan hérna kom frændi minn í heimsókn daginn og vildi sína okkur fyrsta þáttinn, þannig við horfum fyrsta þáttinn saman, Og fyrsta þáttinn í allir seríunni eða bara, bara í fyrstu seríunni, bara Já, þegar við já. erum bara lítið börn. já. Já, og ég var strax bara, oh my god, næsta þáttir og horfði bara, ég er sko komin á 4. seríu núna Já. á bara eitthvað mjög stundum tíma, alveg vandræðilega stundum tíma, þannig að það er mitt Jesus. obsession og ég er mjög late to it, ég trúi ekki að ég ást á þetta fyrr, en Nei. ég er mjög into it at the moment, Já. ég er fíla. Nice. Já, þú með eitthvað? Ég hef allavega ekki dottið inn í Stranger Things, sko. Þú verður að gefa þig, þú hefur hann séð fyrstu seríu? Já, ég sá fyrstu seríu og leið og ég sá að það var eitthvað svona supernatural og Já. svona eitthvað skrimsli og eitthvað, þá var ég bara, nei takk. En þú fílar alveg, þú veist, þú til og með elskar Harry Potter. Já, en þá veit ég hvað ég er að fara út í, Já. en þarna var ég bara eitthvað, ok, geggjur sér að byrja óksla vel og svo allt í einu bara eitthvað, skrimsli eða geimverur og eitthvað svona, þá var ég bara, Svona frekar Ertu að skýrt grínast? frá byrjun að þetta sé eitthvað svoleiðis. já, Ekki, nei, ég veit ekki. en ég er alveg til í ekki þess ens. Já, ég myndi gera, út af því líka Já. bara, það eru allir alltaf að tala um það. Já, Þannig að það er líka mann að vera með í þessu. já, rétt. Myndi ég. En ég er líka með obsession, Ok. sko obsession. Hvað? Ég get ekki beðið á kvöldin eftir að setjast niður og horfa. Hvað? Það er líka þættir, þeir heita Married at First Sight UK. Ég elska Married at First Sight. Elska. Þeir eru svo skemmtlegir. Þetta bara heldtekur mann. Mhm. Af því þetta er Þetta ekkert er eitthvað, þetta er ekkert eitthvað góðir þættir, en þetta er bara svona góð afþreng. Mjög góð afþreying. Já. Þetta er bara svona geðveikt mikið reality, svona smá drasl, en Já. samt bara, þetta er svo ógeðslega entertaining. Já, og maður er svona, mann finnst maður eins og maður sé bara partur af Já. þessu, skilur. Þetta eru geðveikt margir þættir, þú veist, þannig að maður fer að fylgjast með bara Já. og langir þættir. Mjög Þannig langir. að maður, þetta er alveg commitment að koma sér inn í þetta, sko. Já, ég veit það. En I love it. Mest ekki ekki. Elska það. Ok, og komum okkur inn í the topic. Já. Sko, ok. 2016. That was a year. Ok, ef að segja svona hvar við Já, ég er vorum, svona, skilur, á lífsleiðinni. ég er ímyndum mér svona, hvar vorum við 2016? What was the vibe? Besta ári í heimi. Bara setja mig inn í. Það var eitthvað í loftinu þetta ári, ég er ekki svona að djóka og Já. það er allir sammála. Þú veist, Já, 2016 var bara eitthvað gott ár. Ég veit það. Það var eitthvað svo, við vorum sem sagt báðar svona 16 að verða 17 ára, Busar. busar í MH, Já. bara living our best life. Ég var nýflutt aftur frá London, eða nýflutt þannig sé, Já, aftur frá já. London, þú veist, bara nýbæður í menntaskóla. En ég held smá líka að það hafi verið svona bara fánalega gott ár og eftirminnilegt að því að Snapchat var að taka sín fyrstu skref, Instagram var Já. að taka sín fyrstu skref, Spotify, það var bara allt þetta, Já. allir samfélagsmiðlar, það var bara alltaf að springa. Það er satt.
það var svo mikið að gerast. Mhm. Þetta var örugglega fyrsta árið sem að Snapchat var með filtera, Já. með hundafilterin. Ég man bara eftir Og það þegar- er regnbúa það sem er Já, svona gubba já, regnbúa eitthvað. Já, þú veist, allt þetta var bara, oh my god, ha ha ha, en fyndi allir að taka vídeo af sér á Snapchat Já. og senda með einhverju filtera. Líka á Íslandi ógeðslega mikið af þú snöppurum, Já, svona já. make-up snöppurunum og allir þeir, Það byrjaði bara allt. dýrkuðum það. Voru bara endalaust. Já, ég veit, mér finnst líka bara einhvern veginn þetta ár, þú veist, tónlist, þættir, allt svona, var bara eitthvað svo geggjað. Já. Þú veist, tískan, make-upið, náttúrulega 2016 make-up er alveg Oh my iconic. Líka eftir það ár ákvað við að fara í ferðunarskóla árið Já, 2017. Já, þetta var svona ár sem að var bara eitthvað svona, þú veist, byrjaði að vera smá obsessed Já. og vildi alltaf vera að kaupa sér einhverja palettur og eitthvað svona skemmtilegt, þú veist, ég fór til útlanda 2016 og það var ég bara, ok, Anastasia Contour Kit og eitthvað Too Faced þannig chocolate palette. Og dipbrá. Já, dipbrá, Og, Kylie lip kits, oh my god. ég Já. man sko eftir Svona því. matt. Já, bara geðið matt, geðið þurrt, Já. alveg aðeins of þurrt. Já, maður var bara, Já, bara eins og rúsina. En ég man alveg eftir því bara að hafa beðið í röð, eða þú veist, bara inn á Kylie síðan. Já, bara ég vissi að það væri að fara að droppa klukkan þetta og ég var bara, I was ready. Já. Og kefti mér eitthvað eitt lipkit og var svo ógæðislega ánægð með það, sem fór þetta mér hræðilega örugglega, en þú veist, ég var bara, I love it. Ég held við höfum bara nota, ég kefti líka. Já, við keftum báðar. Og við notum bara sama lit held ég. Nei, ég átti annan, ég man þinn var ljósari, Já. minn var svona allt of dökkur, svona smá fjólu keim, eða hann var Já. lút, en smá fjólu Já, já. keimur, Já. það fór mér ekki vel. Já. Ég notaði þinn miklu oftar heldur en minn. Já. Já. Ég held ég hafi átt Coco, nei, ég man ekki, eitthvað Ég man svona. ekkert hvað mitt hétt, sko. Ég man ekki En ég eftir. sé smá eftir að hafa hendi. Já, Ég bara man- líka for the memories. Já, ég man alveg eftir að þegar ég hendi því, af því þá var það allt orðið bara að sand skilur að nóni. Já. En þá var ég bara svona, ó, Þetta getur farið bara á safnin daginn, sem já. ég líka hugsað, út í ég á alveg fullt af gömlu make-upi sem ég hef bara svona passað upp á the memories, Já. þú veist, sem ég er ekkert að fara að nota, en síðan er líka fullt sem ég hef hent og ég sé eiginlega alltaf eftir að hafa hendi út, síðan er ég alltaf Já. svona, oh my god, mér langar smá bara svona að hafa þetta en bara sem, þú veist, for the memories, Já. sem mikið nostalgia. Ég er náttúrulega að sakna alveg að, sko, 2016 make-up, það er alveg smá, má alveg stay in 2016 Já. að mestu leyti, síðan, þú veist, út í ég sakna alveg part af því, Já. þú veist, það var, fannst mér á þessum tíma, voru miklu fleiri, þú veist, til ég að svona aðeins experimenta og þú veist, Já. og gera eitthvað svona aðeins 100%. öðruvísi og svona, þetta var að byrja svolítið svona eitthvað svona cut crease og gett litríkt. Já, og, já, og allir voru einhvern veginn bara orðnir förðunarfræðingar. Já. Bara allir orðnir ókslega góðir í þessu, eins og þegar við fórum í förðunarnám, það voru við alveg fyrir eitthvað góðari að mála okkur, skilur. Já, áður við byrjuðum. Já. Já, algjörlega. En líka, þú veist, út af eins og núna, það er svo mikið í tísku svona clean girl make-up, gett svona náttúrulegt og mér finnst það mjög fallegt, þú veist, Já. svona dagstaglega, en það er ekkit voðalega skemmtilegt. Já. Fattar þau? Já. Það er ekkit eitthvað, ég er ekkit eitthvað að skemmta mér konunglega hérna að setja á mig, þú veist, einn Nei. bronzer í krísi. Já. Það er miklu skemmtilega að vera að gera eitthvað Eitthvað svona smá. Já, eitthvað Já. svona, við erum alltaf, þú veist, með eitthvað glimmer og eitthvað huge Eitt glimmer. augnhár. Manstu hvað hétt? Vegas Baby. Baby. Er það heldur þessi ennþá til? Það var frá NYX. Tjekka á því. Já, það var frá NYX, þetta er svona pigment, það var NYX sem heit Vegas Baby. Já, þetta var bara svona lítil dolla með Já. svona dufti Já. sem hétt Vegas Baby. Já, og hún var Og- svona mjög, þetta var mjög ljóst, Þetta var svona bara smá nátt champagne, Já, hvítt já. glimmer og við bara, þú veist, hérna, Við bara eins og Cut Crease. létum, já. Oh, Það voru svo það sætar. var alltaf smá svona hérna fyrir Já, neðan augun já. sem það. En þetta var svo cute. Já. Og síðan alltaf augnhár, red cherry augnhár eða eitthvað svoleiðis. Eða, Við notum rosa mikið Reykjavík frá Tönniýr. Já, við Mjög notum mikið. alltaf hérna tennjur augnhárin. Manstu þegar þú skemmtir mín? Já, ég man eftir því, þetta var, oh my god, ég leið svo illa. Þetta var hérna. Keyptirðu ný fyrir mig? Örugglega ekki? Nei. Af því, hvað, þú varst að sína Ég var mér. eitthvað, þetta Nei, var þú eftir varst að eitthvað jam. skamma mig. Ég var eitthvað, þú varst með svona sentimetra af lími á augnhárunum ennþá. Ég var bara, Já. oi Jóna, þau eru ógeðslega skítug. Ég skal Já. sýna þér hvernig maður tekur límið af. Og þú veist, vanlega getur maður bara svona toga límið smá af augnhárunum.
og ég svona byrja að toga og ég bara ríf þau í það og ég var bara ég kemur inn í henni en ég kefti aldrei ný Nei, ég held að en ég þú skuldaði skuldar hann ég skuldaði hann þá Já. augnhár frá Nintendo Já. og við vorum líka ógeðslega oft með hann augnhár ég man ekki frá hvað merkja ég sé fyrir mér pakningarnar og ég sé fyrir mér augnhár eins og Ég hétta ekki Red Cherry. nei, ég er að tala um annað og við notum líka Red Cherry Já. en ég er að tala um annað en þau voru bara allt og stór Með bláu pakningar. já, svona blágræna pakningar Oh my og god. ég keypti það í, held ég, beauty bar í hringlinni Já. og þau voru náttúrulega Bara allt of stór, bara upp á risastór. augabrún Já. þetta var hræðilegt, en Og við sko- vorum bara we loved it Og svo málið á okkur ógeðslega mikið og Já. settum þetta, þannig að sást alltaf í sást í ekki make-upið. Nei. en Æ. maður var bara, ég var svo mikið að fíla með þessu eignar, sko. Ég líka. var bara að elska þetta Oh my en god. og sem allavega ég, þú veist, ég var með bara hvítt hár, var alltaf náttúrulega fjólublátt sjampa, þannig að stundum var svona smá fjólublátt keimur á því og síðan alltaf bara neglur, bara lengstu neglur í heimi Rísaneglur, eitthvað svona, crop tops. alltaf crop tops og alltaf svona bólin með, þú veist, svona reymum hérna, fattari, Já. svona reyma hérna á bringunni, Já. þú veist, Og það og kjólar já, bólur og kjólu, allt svona reymað, Já. síðan alltaf grænir bomberjackar, bomberjackars, Bomberjackers. bomberjakkar og svona hermannajakkar Oh my god. og síðan alltaf Tjóker. tjókerar, oh my god, allir tjókerar, svona demandi tjókerar og svona reyma tjókerar, bara svona band, svart band, Vá. Ef við skoðum myndir á okkur 2016, Já. þú sást okkur með tjóker. bara alltaf með tjóker, bara hvað var í gangi? Ekki lægi. Og alltaf í tjóker, Já. eitthvað svona crop top, skinny jeans og helst rifna á Há hnjánu, uppháar. mjög Uppháar uppháar skinny jeans. og með rifum á hnjánum Já. og hanna Adidas skór, svona hvítir með svörstum Þarna Röndum. Sam Smith. Sam Smith, Já. þetta er ekki Stan Smith, Jú. ekki Sam Smith, hann er söngur Jú. Stan jú, jú. Smith. Já, Stan Smith. og þú voru bara allir í Eins. sömu hérna skóm. Og Converse líka. Já, líka Converse sem var Er það svona ekki? ógeðslega vinsælt að vera og ég var með þannig svona stórt gullitað úr, ég var með svona Michael Kors úr, Já, já. það var mjög mikið þing líka og svo stór hoops alltaf, Oh my god. Ég var alltaf með hoops. ég líka, Alltaf. ég var mjög mikið með hoops. Þetta var bara eitthvað svo iconic, ég veit ekki, það er bara, ég fæ eitthvað svona gott í hjartað að sjá myndir frá Já. þessum tíma. Ógeðslega margir alltaf líka með derhúur, Já. ekki við kannski, en Nei, ég var aldrei með þeirra. þú veist, ég bara ímyndið með svona gæli frá 2016, Já. svona derhúa, Mhm. geðveikt miklu augabrúnir, geðveikt mikill eyeliner svona með spís, Já. Kylie Lip Kit, grænjakki, skinny jeans, Stan Smith. Svo iconic. Það voru við. En líka bara, ég held að við höfum verið á mjög góðum aldri á þessum tíma og við vorum með 16-17 ára. Þannig Bara fullkomin aldur að vera fyrir 2016. úlingur árið 2016, Mhm. it was a vibe. Bara, Já, þetta var æði. Já. Af því við vorum líka bara að stíga okkar fyrstu skref í menntaskóla. Já. Við vorum alltaf bara Á menntaskóla böllum. Á öllum, bara einasta ball, Við vorum á því. sama hvað skólið það var, Mhm. við vorum mættar. Við komum okkur inn. Alltaf, Bara- sama hvað. Já. Við vorum bara að missa okkur í Það var bara, hvað okkur varst þetta skemmtilegt. já, Og síðan held ég að við höfum farið á svona kannski 2 böll á öðru ári. eða eitthvað. já, við Það var fengum bara bara fyrst- smá ógeð. Já, skiljanlega, en þetta var svo skemmtilegt. En tónlistin. Já, einmitt, tónlistin, það er líka sko, það sem ég hugsa mest er Justin Bieber, Já. Purpose album, Já, við hlustum mjög mikið á mjög það. mikið, Já. bara eitthvað svona hennar Love Yourself, Og sérstaklega, Sorry, já, og sérstaklega svona í prófum. Manstu að þegar vorum í fyrstu mentaskólaprófunum okkar, Já. þá kendum við okkur að drekka kaffi líka. já, Manstu eftir því? oh my god, þá fyrst byrjuðu að drekka kaffi svona almennilega. Já, Já, ég var alltaf, ég hef mér alltaf í hérna MH, Swissmokka, það Já. var bara my thing, já. ég elskaði það. Ég fekk mér bara kaffi og pepperoni taco. Já, Alltaf. oh my god, já, pepperoni taco, ég er neðslega smá. Og vera að býða í biðröðinni að grillunum. Það var svona 2 grill fyrir þú veist, 200 manns. Já, og síðan var alltaf bara reikskinnarinn að fara í gang og það var margir að grilla. Sara Larsson, Já. og hún er núna með comeback, Já, þú veist, hún var bara Án 2016 queen, Lush Life, já.
Og þarna, Oh my God. She's Not Me, Já, manst ekki? oh my god, She's Not Me. Hann Nobody sees, nobody knows. Já, Já, Uncovered. já. Veitu, er það ekki hún sem er með að leiða hana? I know what boys like, I know what they Jú. want. Var það ekki 2016? Jú, Þetta var bara, ég held Já, það. já. Og síðan held ég, var ekki Rihanna líka með nýja plötu 2016? jú, Rihanna og Adele var líka mjög sterkar inni. Já. Líka Ariana Grande, hún var algjör popstjarna hana. Já, Fifth Harmony. Oh my god, já. Mm Oh my Þær eru Svo. algjörar svona superpower god. girls og við vorum bara Og Little Mix líka. Oh Var það my, ekki ennþá 2016? jú, Var það fyrr? Sko, síðan ætlaði ég líka að segja út af því, auðvitað við erum alltaf um Justin Bieber og sko, One Direction held ég var hætt 2016. já, Ég er nokkuð vissin á, ég man ekki nákvæmlega hvað árið eða hætti sem að ég ætti nú að vita. það ættir að vita. Ég ætti Við að vorum vita náttúrulega sko. Með að við fórum sko að rífast. Já, Af því ég en var þá- Justin Bieber já, og hún var ég One Direction. En þetta var nokkrum árum áður, þetta var ekki síðan 2014. Já. Þá vorum við bara í stríði. Bókstaflegu stríði, við sko rífumst. Bara, Justin Bieber er miklu betri, nei, One Direction er miklu betri, nei, oh my god, hann er bara að gera svona. Ég þurfti sko að neyða mig til að hlusta ekki á One Direction bara til að vera loyal believer, skilur. Þótt að ég myndi alveg í fíla alveg sum lögin. Já, en maður bara neita, ég var sama, þú veist, ég Já. var bara neita Justin Bieber ömuleg, síðan fannst mér alveg góður, Já. en ég vildi bara, ég var svo mikið Directioners Já, og ég var líka hann að lagi hann The sun goes down. já, Við vorum búin að syngja svo mikið þessum þætti. já. En hérna, þú veist, sú hljómsveit var í bífi við One Direction. Þannig ég var bara, þeir eru ömulegir, bara þetta er hræðilegt, bara, Það eru bara ljótur og leiðilegir. já, kunni ekki syngja og eitthvað svona, en þú veist, þeir voru bara fínir, en ég var bara eitthvað svona í með algjör, bara, ég er á móti þeim, sko. Já. Ógeðslega fyndið. Maður var svo loyal við það sem maður elskaði. Já, Maður verður svo ekstrím þegar maður er á þessum aldri. ég veit það. Það er bara annarkvort eða. Það er mjög finnir upplifun að vera úlings. Þannig að við vorum Stúlka. alveg í hardcore stríði. Já, við vorum alltaf að rífast, sko. Bara full on. Þetta var bara hjartansmál. Já, og við urðum alveg svona smá pyrrar út í hver aðra, Já. en samt voru við bara ok, þú veist, þið elskið þetta og Já. ég elska þetta og það var svona þið tvær á móti mér. Já. Þú En- varst bara, stóðst loyal við þinn Justin Bieber. Já, en ég hugsa alveg tíma bara svona ok, kannski er bara léttara að fara bara með mig lið. Já, líka út að þetta er auðvitað leðilegt út að þú varst þá kannski svolítið út undan. Já. Við vorum alltaf, þú veist, alltaf þegar það var eitthvað One Direction tengt, þá vorum við bara tvær. Já, Þú veist, og ekki þú með. Ég fekk aldrei að ég vildi aldrei vera Nei, part maður af bara ekki, bara, þú bara veist, ekki believer, einu sinni. keep Já. away. Nei, ókei. Æ. En það sem tengist líka smá inn í þetta er það sem ég sakna frá þessu tímabili er Tumblr. Þú veist, Oh my what God. happened to Tumblr? Bara bring it back. Við vorum, Það bara púff, það bara hvarf. já, við vorum obsessed. Líka, af hverju voru við, þú veist, 14, 15, 16 ára, bara einhverjir forritarar, kóðarar, Hvað heitir þetta aftur? þetta er svona HTML kóði. Já. Sérst, ef að fólk sem er hlusta veit ekki hvað við erum að tala sem þetta er örugglega svolítið nýs, en þú veist, það er svona á Tumblr, það er með svona bloggsíðu þar sem þú ert að reblogga og basically, það er svona smá eins og Pinterest. Já. Þetta post, þú veist, Nema þetta er svona þitt eigið bara blogg. já, þú veist, þetta fer allar myndir sem að þú rebloggar farin á þitt blogg. Þannig að þú bara svolítið búin svona reblogga myndir sem eru þitt vibe og þetta svolítið svona sýnir þinn persónleika eða eitthvað. Já, Eða- þetta var persónuleika sem þú vildir sína. Já, og þú gast edita bloggið þitt til að líta út eins og þú veist, myndi vilja að það myndi líta út, þannig að þú gast breytt bakgrunninum, breytt titlinum og eitthvað svona. Gert logo. Já, og... gert logo og svona, og ef þú fórst bara bókstaflega inn í vefsíðu kóðan, þá gast þú veist bara breytt ógeðslega miklu, eins og við vorum alltaf, þú veist, ég veit ekki, gast látið músina líta út eins og blóm eða eitthvað. Já, En þegar já. fólk fær inn á bloggið þitt, þá er músin blóm. Já, Og eitthvað svona, já, ef þú ítir á þennan link, þá poppar hann upp. já, já. Eða, Og alls konar svona gast látið eitthvað leiki inn, þannig að fólki sem var að skoða bloggið geti farið í lítinn leik
og eitthvað svona, og við bara gerðum þetta allt. Já, bara þetta er bókstæðlega bara kóði Já. sem þú þarft bara á já, þetta er bara, ég skil ekki alveg hvernig við lærðum þetta Nei, og við getum örugglega ekkert gert þetta, ég man ekki neitt af þessu. nei, ekki neitt sko, en ég var orðin svo ógeðslega góð í Já, því. Ég var líka ángríns. með sko 20.000 followers Á Tumblr, þú veist, what? á Tumblr, Já, þú varst líka með 20.000. ógsta flott Tumblr, þitt að Já. geta svona girly, Rósi, já, geðveikt svona stelpu, bleikt, pastel, eitthvað svona, blóma. já, eitthvað svona blóm og músi. Já, ógeðslega fyndi. En hérna, Hvað hét my þitt God. aftur? Sparkley? já, eitthvað sparkley. Það Já. er það til, sko, ég get alveg farið inn á það. Hvað get þitt? Rósjata? Oh my god, það er þetta alveg kjút. Já. Hvað var maður frumlegur eiginlega? Ég sko, já, ég var alltaf að breyta með eitthvað þema. Þú veist, ég var svona, kannski svolítið svona eitthvað indie, hipster, Já, en í lokin. meira eitthvað svona ströndin og tunglið og... Já, eitthvað svona, alltaf eitthvað svona stelpur, kannski, þú veist, mikið eftir messi hár, í svona stuppuxum. Já. Svona að gera svona doppur, kannski, yfir Já, ofan augabrúnar. Og með kannski svona snúða. Já, Með þú gætt messi snúða, Já. já, 2 snúða, oh my god, alltaf svona 2 Manstu eftir? snúða. Já. Og við kannski búin að teikna svona doppur frá hún augabrúnar. Upp á stuppuxur. Já, upp á stuppuxur, í svona sandölum. Mhm. Já, ég veit ekki, svona bara svona geðveikt svona nettar gælur eitthvað og svona langaði mig að vera. En þér gekk alveg líka vel á Tumblr, er það ekki? Ég, sko, það var ein mynd sem ég postaði sem að fekk bara eitthvað 1.000.000 notes sem að þýðir þá 1.000.000 manns sem búin að setja hann á sitt blogg. Já, Sem að- Candyfloss-myndin. Já, þetta er bara mynd af okkur á menninganótt, heldum á Candyfloss, bara 2 Candyflossar, Já. bara eitthvað á Östursæti eða eitthvað. Eða þetta var bara mynd af Candyflossunum. Já. Og hún var bara svo vinsæl. Hún var bara væral, ég sá hana sko fyrir svona 4 árum, sá ég hana á svona Snapchat, eða svona Insight. Já, oh my god. Vá, hvað sem fyndi. Og það bara, þú veist, blastu með þessi mynd og ég bara, Bara ég veit hvað þetta er. Nei, þú veist, þessi mynd, bara á þessi tímabili sérstaklega, hún var út allt, ég var alltaf að sjá hana já, á Instagram, á einhverjum svona aesthetic síðum, Pinterest. Pinterest, meiri segja bara eitthvað fólk sem maður kannaðist við var kannski bara að reposta þessa mynd eins og þau hefðu tekið hana. Þetta var bara eitthvað svona aesthetic mynd sem allir voru að nota. Ógeðslega steikt. Og líka á þessu tíma, en þá varstu svo svona offended. Já, Þú veist, bara, oh, this is my picture. ég var alltaf að kommenta hjá fólki bara eitthvað, þetta er myndi mín vinsalast takt hana niður. Já. Bara eitthvað, oh my god, þetta myndi Candyfloss calm down, þú veist, leiðu bara fólkinu að nota þetta er ekki svo mikið stormól. Þú ert ekki með eitthvað höfundarrétt á þessari mynd. Nei. En ángríns, ég líka tjekkaði einhvern tímann ekki fyrir það lengur síðan ef maður skrifar hana, ég man ekki hvort ég skrifa hana á Google eða Pinterest eða eitthvað, bara eitthvað cotton candy og þessi mynd kom alveg upp. Oh my god. Þú veist, þetta er bara geðveikt vinsæl mynd af Á Candyfloss. Candyfloss. Bara Mjög eitthvað spes. Á Íslandi, á menninganótt. Já, bara eitthvað á Östræti með, ég held að, ég man ekki, bleiknagla eitthvað. Já. Mjög fyndi, en já, ég var svo mikið Tumblr gæla, sko. Ég Já. elskaði Þú Tumblr. komst mér nefnilega inn í þetta. Já, Af því ég var ég obsessed. bara kunni ekki neitt. Og Ég svo var bara allt í obsessed. einu var ég bara full on. Og þegar við fórum Já. í skólaferðarlega og svona, þá var ég búin að sko kjúa fyrir næstu 2-3 Oh my dagana. god, já, ég gerði það alltaf líka. Til að, þú veist, ég væri aktív til að ég myndi fá fleiri followers og þú veist. Já, það maður var kannski að reblogga, þú veist, bara eitthvað 20 eða meira myndum á dag. Já, já. Þú veist, þannig að maður þurfti að kjúa, ef þú varst ekki virkur í einhverju dag, þurfti að kjúa þannig að myndi koma næstu daga. Já, við vorum bara 15 ára. Ég átti líka fullt af einhverjum Tumblr vinum. Já, Það er bara fólk sem ég var alltaf ég að tala líka. við. Úsla skrítið. Bara eitthvað random kannski fjalla í Bandaríkjunum og Já. við vorum bara eitthvað besties. Ég veit það. Það er alveg smá creepy, sko. Já, Þú veist, á þeim tíma þá var það bara eitthvað ég líka bara, þú veist, alveg næs. En já, ef maður hugsaði tilbaka, bara eitthvað svona, þú varst bara 15 ára. oh my god, sko, eitt ég var að fatta núna líka sem að ég var búin að Hvað? gleyma sem við vorum alltaf að gera. Manstu eftir Ómægli. ómægli, já, og hann með chat roulette og því öllu. Hvað í my bara, god. Það Hvað var var að svona, gera? það var svona the highlight of the sleepover. já, það sést, fann maður alltaf inn á ómægli og þú veist, þá er þetta bara svona, þú bara ert að tala, þetta er bara svona, hvað segir maður, svona random, Já. þú veist, þú lokaði inn á þetta og sér bara random FaceTime við Við einhvern einhvern, já. sem er líka inn á ómægli. Já. Það getur verið bara einhver gamla kall, eða einhver lítill krakki, eða einhver að gera eitthvað óvegandi, Já, þetta er bara, bara hvað sem er í heiminum. oh my Og við vorum
vorum alltaf að þessu, bara eitthvað 15-16 ára. Sorry mamma. Já, ángríð, sorry mamma, þú veist, ef að foreldrar mínir eru að hlusta, þetta er ekki... En við vorum samt bara að vera þarna eitthvað, við vorum bara að gera þetta og vorum bara í hláturskasti. Og hvað finnst það ógeðslega fyndið? Já, og vorum bara Já, eitthvað já. að hlæja að fólkinu og hlæja að okkur sjálfum. Það gerðist aldrei neitt slæmt. Nei. Þú veist, ég man samt eins og það var alveg nokkur skipti þar sem við tölum, þú veist, lendum kannski á einhverjum sem voru kannski okkar aldri, Já, stelpum já. eða strákum eða eitthvað sem maður sé kannski followaði á Instagram, ég kannski bara ennþá followaði í dag. Já. Ég veit ekkert hvað fólk þetta er. Bara eitthvað, ommegli vinnir. Já, bara að tala um ómögli þegar ég var 15 ára. Ógeðslega fyndið. Þetta er alltaf fáránlegt, sko. Eitthvað svona, ommegli ennþá til í dag? Örugglega, ef fann ómögli eftir. Nei. Örugglega. Það er Það er alltaf rosalegt, sko. Þetta er alltaf alls ekki eitthvað sem börn ættu að vera að gera. Og sér erum við að tala um þetta í podcastinu núna. Nei, ekki, don't do it, kids. Nei, þetta er ekki snið, sko. En okkur fannst það fyndið. Okkur fannst það mér fyndið. Svo hérna, eitt sem við líka alltaf að gera var vídeóstar. Manstu eftir, er það ennþá til? Please bring that back, sko. En þetta var alltaf fyrir tíma TikTok. Já, Þannig að þú já. veist, í dag, ef við varum úlingar í dag, myndum við örugglega bara Já. vera að gera TikTok. Já, 100%. En þetta var sérst bara app sem þú gæst búið til tónlistmyndböndin á. Já, og varst svona að mæma, gæst nota filtera og gæst klifta til Já. og það var bara ókslega fyndið og skemmtilegt Já. að gera þetta. En aldrei á því plattformi að maður gat sko deilt í. Nei, við vorum aldrei að posta þessu neitt, Nei, sko. nei, maður gat Nei, aldrei séns. postað þessu neitt, Nei. sem er mjög gott. Og við vorum Af því að annars hefðu 100% postað þessu. Já, Af því ég að- var mjög gleðið að það var ekki hægt. Af því að samfélagsmiðlarnir það var bara svona að byrja þá. Ég líka bara eins og Instagram, það var ekki þetta að posta vídeo um þá. Nei, Það var nei. bara mynd, það var ekki svona til Einmitt. story. Já. Manstu, það var ekki svona story á Instagram. Story var bara Oh my Snapchat. god. Já. Þannig að það var bara hægt að posta mynd og bara einni mynd. Já. Pældi í því. Vá, en steikt. Já. Og var alltaf með eitthvað svakalega Instagram filtera og eitthvað. Já, oh my god. Alltaf bara svona, filterinir voru þannig bara myndin bara nánast sást ekki, það var eins og það væri bara búið að kveika í henni. Það var bara eitthvað svona appelsíngul og græn Og og það geðveikt svona, mikið kontrast. já, Já, og brightness. já. Og bara Það svona, var bara eins og lítil engil þarna. ég var alltaf með eitthvað svona uppáhaldsfiltera sín og ég notaði síðan alltaf Visco til að edita. Já. Það var þessi og, Já, en er ekki alveg margir að nota það ennþá? jú, ég held það. Já, sumir allavega, þú veist, er ennþá með eitthvað svona link Já, á Visco. já, ég oft sé það. Já. Ég hef reyndar aldrei verið eitthvað að gera það. Ég gerði það á tímabili, var Já. ég alltaf að posta inn á Visco. Skrítið. En ég notaði þetta mest bara til að edita Instagram-myndina mínar. Já, já, ég gerði það líka. Og setti það eitthvað svona geðveikt sterkan filter. Já. Menn þess núna, ég edita alveg kannski lýsinguna í myndunum sem ég posta og Já. ef ég seti eitthvað smá filter, þá hef ég hann í bara minnsta, eða bara svona mjög Já, lítið. já, já, Þannig að, ég líka. þú veist, ljósið sé, eða svona lýsingin sé aðeins öðruvísi, Já, en ég vil ekkert að það sé bara filter á myndinni. nei, Eins og nákvæmlega. var svo Það er vinsælt alveg búið að þarna. breytast. Já, Breytast mjög svolítið. mikið. Þú veist, að maður er bara eiginlega bara að posta myndinni sem að maður tók. Já, þú veist, ég fer Án alltaf, þess eitthvað að laga hana eitthvað þannig sé. nei, ég hef mitt fyrst bara inn í kameruról, þú veist, og gerir bara mitt, þú veist, aðeins meira ljós, aðeins meira Já. skuggar, Já, eitthvað já. svoleiðis. Mhm. En þú veist, ég er ekkert eitthvað að setja bara filter og bara í 100 Nei. og bara nice eins og maður var á þessu tímabili. Kveikta augun, tenninar og... Já, ég var líka alltaf á þessu tímabili, eða ég held að það var svona 2016 og kannski 2017. Kannski ég fór ég inn á Facetune og setti, þú veist, á eyrnalokki minn svona glampa. Já. Bara Og gera hann calm alltaf, down. og gera highlighterinn hvítari. Já, bara eins og hann þurfi það. Já. Bara, nei, hann þarf ekki að því að halda, sko. Þetta er ekki að gera hann hvítari. Þetta var náttúrulega rosalegt, sko. Já. En talandi um Instagram, manstu eftir private Instagram eran okkar? Oh my god. Er það ennþá þing hjá úlingum í dag? Ég nefnilega veit það ekki. Þetta var svo ógeðslega mikið þing. Já, af því að núna er þetta bara svona eins og dagbók fyrir það tímabil. Af því Já. við bara postum öllu, bara, Já. hæ, við erum út í búð, ég er í bankanum, Já. ég er í kringlunni, ég er í skólanum. Já. Þetta var sem sagt bara svona Instagram aðgangur sem var bara private og þú varst kannski bara með, þú veist, 100 followers eða eitthvað inn á, þú veist, Já. eða minna, bara, Minna, sko. bara Já. fólkið sem að þú bara tristir. Mhm. Þú veist, og ég var alltaf að posta inn á bara eitthvað svona, kannski bara tók símon, tók selfie, bara eitthvað, er í bankanum, er bara til læknis, Já, já. og ég eitthvað svona, eða var í prófi, Já. þú veist, bara eitthvað selfie sem ég tók, postaði bara strax. Og sér kannski vinið mínu bara, ó, gangið vel, eða eitthvað svona. Já, já. Þú veist, þetta er svo skrítið, Ég veit en þetta það var ekki. svo fyndið. Já, þetta er bara,
mér finnst svo ógeðslega dýrmætt að eiga þetta núna. Já, Af því að, þetta er bara af svo því að- dagbók. já, þetta er bara eins og dagbók árið, þessi ár. Já, hvað var þetta, svona 2013, 14? Til 2017, sko. Já, Þetta var alveg mörg ár. ég man mér svo þegar ég byrjaði, ég semst flutti til London í 10. bekk og var bara eina önn í London. Já. Og þegar ég flutti til London þá var ég alltaf að posta inn á private Instagram mitt fyrir, þú veist, íslensku vinkonum mínar að sjá. Já. Og var þá eins og bara eitthvað svona morguninn, bara eitthvað, oh my god, er að byrja nýjum skóla? Og síðan bara eitthvað, oh my god, er búin með fyrsta tíman? Tók mynd af mér í Já. skólanum. Tók því mynd þegar ég var á hérna að bíða eftir strætóleiðinni heim. Tók mynd af skólanum mín með eitthvað. Fyrsti dagurinn búinn. Þetta er bara svona, og bara posta þetta bara á feedið. Já, Það var ekkert þetta í stóri þarna. Nei. Þetta var bara á feedið. Og ég skoði þetta alveg reglulega. Já, bara þetta er svo skemmtilegt. Bara eitthvað svona til að, bara going down memory lane. Já, veistu hvað mér langar ógeðslega mikið að gera samt, bráðum, er að, þú veist, búa til actually album. Það er enda mjög sniðt. Já, og þú veist, jafnvel kannski hafa bara eitt album sem er kannski bara 3 ár saman eða eitthvað. Já, já. Þú veist, þannig að það sé ekki bara 1.000.000 album. Og prenta út bara svona mínar uppáhaldsmyndir. Já. Og þetta er alltaf svona á einhvernum flökkurum og allstaðar eitthvað í símanum og iCloud og bla bla bla. Já. En bara prenta út geðveikt svona, þú veist, mínar uppáhaldsmyndir frá ákveðum tímaböljum. Já. Það er ógeðslega gaman. Já. Og það er mjög skemmtilega að skoða, þú veist, eins og líka bara fyrir krakkarna þína eða kannski, ef þú vilt sína þeim, mjög skemmtilega að skoða albúm heldur en bara að skoða í að símanum. svæpa. Já, það er ógeðslega gaman. Já. En svo vorum við líka að tala hvað við ætlum að gera bráðum, sem er svona smá sniðugt fyrir vinkonahópa og svona að gera. Já, oh my Af god. því að alltaf þegar við hittumst, þá förum við alltaf að tala eitthvað sem gerðist einhver tíman. Já, Og þá förum við allar í memories á Snapchat já, og erum að skoða. og erum að skoða og svo bara endum við á því að bara vera endalaust að skoða Já. og fara neðar og neðar og Já, neðar. líka þetta kannski það sem þú ert með í Snapchat Memories er eitthvað sem ég er ekki búin að sjá í mörg ár. Já, Eða bara nánast sá aldrei. Já, þannig að þú veist bara eitthvað hittast, vera með mönns Já, og og setja síman í sjónvarpið. setja síman í sjónvarpið og hafa bara memories night. Já, við Ég skulum held gera að það það sé bara. ógeðslega gaman, sko. Æi, ég er svo til, já. Það var líka svo mikið skemmtilega tímabil þarna þegar Snapchat Memories var að byrja. Já, Þau 16, 17, 18 já, og þú veist, þá vorum við mitt líka á þessum aldri og alltaf að gera eitthvað skemmtilegt og þú veist, það er svo mikið af skemmtilegum Snapchat Memories sem við getum Já. farið yfir. það verður ógeðslega gaman. Ég Ég er er svo til, ógeðslega já. spennt. Hvað er svona frá 2016 sem langar að taka með þér í 2026? Sko, ég held overall þá er það bara svona væpið. Já, Þú veist, 2016 bara svona orkan, þú veist, þetta var svo gott ár fyrst mér og mér finnst einhvern veginn, þetta er svo memorable ár. ekkert smá. En þegar við talum um eitthvað svona specific hluti, þá væri ég alveg til í að sjá svona smá comeback á 2016 make-upi, en ekki alveg eins íkt. Nei, Þú veist. nei, Ekki eins extreme, svona nútíma væðið aðeins. já, Og mér líður alveg að sé svona smá að gerast eins og með, þú veist, Sara Larsson er making a comeback já, og hún, hérna, make-upi sem hún var með hann á túrnum sínum, þú veist, er bara, þú veist, gett, hérna, litríkt og gimsteinar og eitthvað svona. Þannig að kannski er það alveg making a comeback. já, vonandi. Ég hef svo já. ógeðslega gaman að því að fara út og vera svona 300 sinnum sætari en þegar þú sér mig út í búð, skilur við. Já, ég veit það. Þú veist, Þannig að, það er bara svona, ekki það, ég elska alveg líka náttúrulegt clean girl make-up, þú veist, það er mjög fallegt, en já, það er ekkert neitt skemmtilegt við það. Nei, það er ekki beint eitthvað ógeðslega gaman að gera sér svoleiðis, en það er ógeðslega Nei. gaman að gera ekstra skikkingu og sjá Já. aðeins smá breytingu og Hvaða glimmer á ég nota í dag, Já, þú veist, já. hvaða augnhár á ég nota í dag Já. og eitthvað svona, og sjá ekki að mikið mun. Ég myndi sjá eitthvað TikTok í gær sem var eitthvað svona, og því ég myndi alveg segja ég væri alveg svona svolítið full glam típa, þú veist, svona dagstaglega, þá Já. mála ég alveg svona bara frekar mikið. já, já, ég líka 100%. Já, og ég myndi aldrei segja ég væri eitthvað a natural girl. Eitthvað svona TikTok, ég myndi eitthvað svona það sem fyndið að vera svona glam gælla út af því, þú veist, ég er bara að fara að líta alveg eins út á brúðkaupsdaginn minn og ég líti út að fara til búð. Já, Bara ég er að fara að vera alveg Já. semi. já, ég sá þetta. Þetta er ekkert að fara að vera eitthvað svona oh my god, she's so beautiful. Þetta er bara, þetta er bókstaflega alveg eins og Þetta er það bara alltaf. Sem er smálegaleg, en Já. bara, þannig er þetta. Já, Eitt annað sem ég held að muni smá vera með comeback
er skinny jeans. Já. Og ég er ekkert eitthvað mad about it. Nei, ekki heldur. Bara svo lengi sem þær eru ekki sko bara high-waisted upp á brjóstum. Já, bara nánast yfir brjóstin. Já. Manstu eftir skinny jeans sem voru svona, þú veist, það var kannski rennilás Já. og svo bara eitthvað 3 hnöppur. Þær voru það hátt. Já, ég Það man var það. Geðu mikið að tölum upp Oh og my það God, tók já. hálftíma að fara úr þeim til að fara á klósettið. Já, já. En sko ég er nefnilega fílaleg, núna er svona víðarbuxur búin að vera í tísku svo lengi og þetta fer alltaf í hringi. Já. Sama hversu mikið maður heldur að það gerist ekki. Maður er eitthvað svona, oh my god, þetta er svo gamaldags, þetta mun aldrei koma aftur í tísku. Það kemur aftur í tísku. Já, Já. það gerist alltaf. Þú veist, þegar að þröngar gallabuxur voru mest í tísku, þá fannst fólki ekki að asnalda verið í víðum. Já. Þá var það bara mom jeans og bara mömmur og eitthvað sem voru þannig. Ég man eftir því, sko. Já, og nú er það andstaðan. En ég er alveg búin að sjá einhver að vera að stæla skinny jeans. Já, það Vel. er nefnilega alveg hægt að vinna með. Já. Já, Ég er ekki, 100%. I'm not too mad about it, sko. Nei. Ég á alveg bæði bláar svartar. Bring it back. Já, nefnilega Maybe I will. Já, þú veist, sem eru skinny og svo víðar í, þú veist, svona Já, bootcut. já, já. En ég á ekki alveg skinny. Mhm. Þú veist, ég væri alveg til í skinny sem væru aðeins lærri Já, og sem ég gæti kannski verið þá í, þú veist, stífvölum upp á njám við. já, það er enda mjög Ég held að það væri mjög flott. Já, ég held Já. það. I say bring it back. Já. Er eitthvað annað sem að þið langar að bring back? Ég held ekki. Ég væri alveg til að fá eitthvað svona aðeins meira frá Adele. Já, En- eitthvað með tónlist, já. Já, Að hún Af því myndi ég að var- comeback. ég var algjör Adele-kettling, sko. Það er svolítið dramatísk. Ég var ógeðslega dramatísk. Ég var pottið dramatískan en þú, sko. Bara 100%. Nei, ég segi svona. Þú ert nú líka alveg smá dramadrottning. Er það samt? Mér líður sem þú hafi verið miklu að dramatísk. Ég var það. En þetta er samt, þetta er svo fyndið. Og því ég var að hugsa um daginn líka. Og líka ef að það eru einhverjar stelpur að hlusta eða strákar sem að eru á þessum aldri, þá bara svona sem smá advice, út af því að ég var að hugsa um daginn. Þegar maður er á þessum aldri, þá er einhvern veginn allt sem er í gangi sem maður hefur áhyggjur af er svo stórt. Og það er allt svo mikið end of the world. Já, Þú ég veist, man Og það. bara svona eitthvað drama sem er að gerast í menntaskóla og einhver strákur sem er skotin í og eitthvað vinkonudrama og þetta er allt svo mikið bara, oh my god, heiminn er hrynja. Já, og svo mikið ekstrím tilfinningar. Já, og þú veist, það er bara þannig út af, þú veist, þegar maður er á þessum aldrei, að það er bara svoleiðis og ég skil það bara mjög vel, það er ekkert að því allt í lagi að leyfa sér bara að finna þessar tilfinningar en þegar ég lít tilbaka, þú veist, núna erum við 26 ára, við erum 27 ára Já. ekkert af þessu skiptir máli lengur, Núll. þú sem ég hefði áhyggjur á, bara ekki neitt. Nefna kannski, þú veist, skólinn og einkarinnar Já. og þú veist, prófin og eitthvað svona. Já, en ég meina líka bara svona, ég hef ekkert áhyggjur af þessu lengur. Nei, Þú veist, þetta er allt bara búið, þú veist, Og þá myndu bara taka eftir hvað skiptir máli og hvað ekki. já, bara hvað heiminn mikið stærri líka. Já, nákvæmlega. Þannig bara allir að fara fallegir og jákvæðir inn í 2006. Veistu, Við ætlum allavega að gera það. Já, veistu, ég held ekki að 2006 verði gott ár. Ég held Ég er það. búin að sjá svo mikið þú veist, núna alltaf komin februar, en ég reyndar, ok, já, í ár er, sem sagt, í kínverskum stjörnumerkjum Já. Year of the Horse, ár hestsins. Ár hertsins. Já, sko, þú veist, alltaf kínverskum, þetta er alltaf svona ár eitthvað stís, þú veist, í fyrra var ár snáksins. Já, ok. Sem er greinilega Það slæmt. hljómar mjög fæsti. Já, ekki það ég veit mikið um þetta, en það er greinilega slæmt. Þannig að þú veist, 2005 var svona smá rough year fyrir marga. Já. Og það virðist vera, finnst mér, eins og ég er búin að heyra mjög marga verið mjög svona jákvæði með 2006 og spenntið fyrir þessu ári. Já. Og sérst ár hestsins á að vera svolítið svona, þú veist, hestar eru svona sterkir. Kraftmiklir. Já, kraftmiklir, þú veist, orka, hraðir. hraðskreiðir. Að 2006 er svolítið svona action ár, svona það er Já. bara að gerast, koma hlutum í gang, það er gaman á. Já. Þannig að Já. ég er bara mjög positive og ár hestins byrjar í februar, þannig að það er bara að byrja núna. Woo! Þannig að, spennt fyrir því. Ógeðslega spennt. Þannig að, já. Já, ef ekki bara segja þetta gott í dag. Já, ég held það. Við segjum bara takk hérlega fyrir að hlusta. Já, takk fyrir að hlusta á blaðir í okkur. Við sjáumst hress og kátt í næstu viku. Gerum það. Bless, Cass. Bless, Cass.